FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina, Pepsi Max, Dynout og Loop Zero. Það föstudagurinn 19. desember sem þýðir að þetta síðasti þáttur fyrir jól. Jólaþáttur FM 95 Blö og það ekki fullu bátur því að fyrirliðin Egill Einarsson, hann ekki með okkur í dag sem þýðir að Steindi, þú tekur við bandinu. Til hamingju með það. Já, takk fyrir. En þið þurfum ekki að örvænta því að það alvöru maður í hans stað. Sólskerinn. Okkar besti maður Sveppi Krullu komin í stúdíu, ertu velkominn. Takk maður. Jólasveppi. Jólasveppurinn mættur í hús maður. Vitringurinn fjórði. Vitlýsingurinn fjórði. Það ekki allir sem vita að þú ert með vitringunum. Hvað þetta ekki, eitthvað 30 sýningar? Vitringarnir þrír. Þetta keisla. Þetta rosa keisla. Þetta svona 27-8 sjó. Rosalegt. Rosa keisla og ég þarf að fara nefnilega sko. Já, þú ert með okkur til 5:30. Já, það sjó bara kl. 6 í Hörpu. Já, bara sýningu eftir. Showtime. Já, náttúrulega, sko, stutt síðan við vorum samt með Sveppa. Við náttúrulega vorum að taka upp jólaspecial beint í bílinn bara fyrir, sko, korteri. Hann kemur út á mánudaginn? Hann kemur út á mánudaginn, Já, hann rosalegur, sko, ef hann, sko, ég náttúrulega, ef það allt inni sem inni inni þegar við erum alltaf pítsun sendilina. Já. Þá fólk á leiðin í einhverja veislu. Alveg veislu? Já, það alltaf þegar við vorum í stigaganginum að bíða og elda. Já, við fórum heim til MC Gauta. Já, krössuðum hann. Við vorum í 3 klukkutíma. Þetta endaði í 1,5 held ég. Já, veistla. Já, fínt að þétta þess. Já, það þurfti að þétta þetta vel. Við lentum í alls konar brasi og svona og það fínt að þetta bara, fólk bara að fá rjóman. Fólk vil, fær bara það besta sem kom að það. Ég vil ekki vera að spoila of miklu með pizza-adriði, en þetta eiginlega mínum að þetta ultimate trekkurinn. Já. Þetta ógeðslega þetta. Ultimate trekkurinn. Panta pizzu fyrir eitthvað fólk að sjá þetta. Náðu við að græja innegna á gæluna. Já, ég heyrði ástæðin. Við ættum að senda konunni sem varð fyrir hrekknum. Hún áttur að fá gjafabréfið sitt. Já, hún þarf að fá innegn. Hún var jákvæð. Já, hún var að hlaupa milli hæða með pizzusniðar. Við getum orðað þannig. Hún var bara geggjuð. Við fengum allt sem við þurftum út Já, og meina til. Eru menn konir í jólagýr? Síðast þetta áttu fyrir jól, þetta ekki þetta bara að segja, þetta bara jól á miðvikudag. Sveppa ætlar að taka þetta allt á Þorlák. Já, stóðstu við það? Nei, mér finnst þetta Þú varst með pælingu, svo við tengjum hlustendur að þú ætlar ekki að hugsa jólin fyrir á Þorláksmessu. Já. Gera bara allt þá. Í staðan fyrir að deila stressin á 30 daga, þá freka bara, þetta bara morgun, þannig að við þurfum bara að græða þetta. Þá þetta bara 5 til 8 tíma stress. Já, rúmlega það sko. Já. En þetta eiginlega sko, ég nefndi þetta nú í konuna mína sko, það, veist, hún bara svona labbaði burtu og lett svona eins og hún hefði ekki heyrt þetta og nefndi ekki að pæla í þessu. Gerist það oft? Þið þekkið þetta lúpp. Já, það gerist mjög oft. Fín hugmynd. En maður fær margar hugmyndir, skilur. En það ekkert margar sem eru samþyttar sko. Nei. Þetta eina þeim, að gera allt á Þorlák. En það þurfa allir að vera, þetta þyrfti eiginlega að vera þannig sko. Þetta ógeðslega spennandi. Þetta ógeðslega spennandi hugmynd. Þetta sem sagt bara þannig að þú ert bara að lifa og njóta í aðventunni. Aðventan svo mikið lifa og njóta. Segðu þetta bara eins og þetta er bara fylleri. Já, fylleri og fyllera. Og rosa gaman. Þú getur verið komið með alls konar hugmyndir. Þú mátt alveg byrja að punta niður. Já, það væri gaman að gefa steina svona. Já, hvað er það krakkarnir? Já, allt til að ég vera undirbúinn. Svo kemur bara Þorláksmessan, en það þurfa samt allir að vera on it. Þetta er ekkert nóg bara að ég segi við konuna mína og veist bara, herru, ekki þú hafa áhyggjur af mér ástu mín sko. Ég að fara að græja allt á Þorláksmessu. Veist þá bara, nei, þú ert ekki að fara að gera það. Ég þarf að fara að græja samt, ég ekki búin að kaupa eina gjöf sko. Ekki eina? Nei. Þú veist að það eru jól í næstu viku. Þetta, miðvikudaginn. Þið veit allt um það. Mér þess að Jún komin á kafi í þetta sko. En ég með fullt af hugmyndum sem gott sko. Þetta pínu svona ákvæða bara. Já, ég nefnilega svona in and out operation guy sko. Ég aldrei lengin í búð. 90% liði fara að panta þetta bara á netinu og það þetta bara heim og sem kann það. Þú veist, hafið þið prófað að keyra núna bara, ég fór í Kringluna í gær með dóttur mínu og ætlaði að kaupa svo jólaföt en langaði svo í eitthvað. Við förum og er hún alltaf í einhvern lörfum bara? Ég bara henni langaði í einhver ákveðna peysu og eitthvað svona. Ég er búin að lofa að fara í þetta. Þú voru að leiðin að vera töff. Já, við fórum í þetta misjón. Veistu hvað er að svalasta núna? Hvað? Hún er 11, veistu hvað er að svalasta í heimi núna? Það er Polo. Polo? Já.
Ralph Lauren já, Polo Þannig að Rikki G var undan bara Rikki G var bara á undan sínu samtíma með Ekki undan, hann basically klæðið sig eins og 11 ára stelpa Herru, en við vorum í klukkutíma að komast í Kringluna og við vorum að lögum að staðum milli 3 og 4 og með klukkutíma þetta verður margt að 3-4 loksins í þetta þú ert að fara helgin í þetta, þú ert í alvöru vesinni sko. En það er bara að sluta þessu Það var smá stress og Ég nefnilega, svo finnst mér spennandi að taka leigubíla á milli staða sko Taka leið, þú ert ekki með próf Jú. En veist þá þarf að finna stæði í Skeifunni, finna stæði í Kringlunni. Það er rosalegt að rúndum bara leigubíl. Lappa bara inn og svo bara ferða að vesla og hann pikkaði beintur utan, skuttlaði í Skeifuna. Bara eins og setja ráðherra. Já, bara eins og setja með bílstjóra. Það er bara með enga bílstjóra. Það er náttúrulega líka og finna bara sonur minn með dörglega keira fyrir þig bara fyrir 20 skall sko. Bergþór? Já. Hvað ætli kosti að ráða enga bílstjóra bara í ár? Bara þú þetta er bara först laun bara först laun bara þú getur reikna bara með því að þetta er svona 6 milljónir já 6 milljónir árið og þú varst bara með enga dræfir og þá var hann að fá 500 skall á mánuði já og hvað er hann að vinna lengi hann er náttúrulega ekki alltaf að keyra nei svo er það já koma margir frídagar já fullt af frídagum stundum bara segjum að þú færir ekki út úr húsi bara ykkur 2-3 vikur hvað var þetta af hverju? Það var í skriðu Ég fer ekki út Frí í 3 vikur Já, hann er standby í ár En þetta væri svona alveg stemning fyrir hennar bílstjórum að væri að kíkja á kröfum Frekar að pröfu þetta í 1 mánuð kannski Hann kætti að maður alltaf að koma með inn Það er eina ástæðan fyrir maður myndi kannski nenn að verða ráðherra Það var að vera bara með dræfir Já, heyrðu, og svo þekki ég strák sem var að keyra hana hérna Áslaugu Örnu og það er ekki nóg bara að vera með meira próf þú þarfst að vera með eitthvað sérstakt próf til þess að fá að vera ráðherra bílstjóri eitthvað svona bodyguard próf líka já, ég veit það nú ekki ég veit það ekki hvað er verstafalli, eitthvað kasta eggið bara hvítabelti í karate og eitthvað smá svona eitthvað sérstakt próf til að dodge the bullet for a president en byrjuði að þannig að þú ert að vera með meira próf já, þú þarft að vera með ég veit ekki alveg, jú, þú þarft meira próf hann er með meira próf, má keyra rútu og trukka og eitthvað og svo þarft eitthvað svona ekstra til þess að fá að keyra ráðherra Já, það er skemmtilegt. En pælið að vera lífvörður pælið í þessu jobbi hvað er jobbið þitt? Það er að hoppa fyrir bullet þegar ef hún mætir ykkur tíman þá mun ég hoppa fyrir hana já, og líka reyna að koma í veg fyrir að henni verði skotið já, kannski aðalega það djúvill er það samt svalt starf bara þú hugsa út við hvað vinnur þú ég er með útasvattu á FM 957 en þú, ég er lífvörður ef að ræða bodyguard eitthvað það var myndmaður það er eitthvað youtuber sem að reyð mig bara og ég sem sagt er að fara að forna lífið mínu fyrir hann það kemur eitthvað upp þegar þú segir það, þetta þyrft að vera þú ert að vera að venda eitthvað sem er töff að venda ég held ekki vilja vera að venda Mr. Beast eða hvað hann heitir hérna talandi youtuber já, sem er að fara í boxið það er Jake Paul ef ég væri lífurinn hans og einhver myndi skjóta, ég myndi bara og kúla myndi bara fara beint í hán hvað er hann að gera? Reka, hann er dáinn það væri gaman að fara að sér þurfum við ekki að fara að sér hana bardagstra bara bardaginn í kvöld hann er hann ekki að morgun? Nei, sko, hann er í nótt tæknilega sé á morgun ég held að hann sé ekki fyrir bara 4-5 í nótt sko. Þetta er alvöru boxer á móti svona YouTube trúð það er ekki YouTube trúðun sem að vann Tyson jú, sko, Tyson var náttúrulega 60 og maður sér alveg að það var fixt sko, hann mátti ekki kílan En sko, gæinn sem hann er að fara akkur er þetta þá ekki fixt líka sem við erum að fara það er sem ég hrættur sko, málið er að gæinn sem hann er að fara í núna Anthony Joshua já, Anthony Joshua er náttúrulega tvöfaldur heimsmeistari hann er í Olympíu fari og allt þetta hann er alvöru, hann er bara einn af þeim bestu bóksum í heim hann er að fara að bærast til Tyson Fury á næsta ári sko. Þetta er pínu svona, ég er ekki að grínast þetta er pínu eins og Steindi færi í bóks við ekki fjallið Jú, þetta er bara svipað hann er miklu stærri og sterkari nei, náttúrulega fjallið er sterkast maður heim sko. Já, en ég er að segja að þú veist sko aðaldæmið í þessu er að ég held að þetta sé nefnilega ekki feikbardagi Ég vona ekki Ég vona ekki, ef allt væri eðlilegt þá myndi ég halda að þetta væri bara í fyrstu lótu bara, og lífshættulegu bardagi fyrir Jake Paul, hann getur bara dáið þarna En sko hann er að fá heldur 300 í lastængstað 260-300 milljónir $. Já, það eru 42 miljardar Það er alveg upp ok Talandum að fara í hérna mundri fyrir cash sem er ekki í dag Ég myndi að láta berja mig fyrir þennan penning Já, en það er samt allt annað Það er menn að berja maður fyrir ekki neitt En það er allt annað að vera sko rótaður bara Maður fyrir að vera að skrifa eftir tönnunum á sportkafi Já, þú lendir í því Fengi ekki krónu En ég myndi að til dæmis Sveppi Krull fengi að róta okkur núna fyrir 42 miljardar
Það er allt í lagi Heldur að Sveppi gæti rótað? Já, en hann er bara venjulegu maður sem myndir róta okkur og við myndum bara vakna. Ertu vissu það? Nú er ég ekki að gríða, þetta er ekki góð höfða því þú Sveppi. Gæti ég rótað ykkur? Ég get rótaði bara, ég leggst á 4 fætur og ég sparka bara í hausinu. Já, ég er að tala með nefa. Það geta allir fullorðnir menn rótað næsta mann, sko. Það er það sem er... Ég er ekkert þessum það. Jó, ég held það, sko. Ég myndi ekki þóra kílan eitt, ég myndi leiða mér svo í hendin ég myndi ekki leggja í það. En máli er það að róta, þetta er náttúrulega stór hættulegt að rótast. Þannig að hann er rótast. Já, en býtu, hvað þá á móti svona gæja? Því að gaurin sem er eins og Anthony Joshua, hann er náttúrulega... Hann gæti drepið hann. Bara drepið hann. Og núna er ég að hlusta á fullt af svona podcastur sem eru bara, ok, þetta er náttúrulega bara ekkert sniðugt. Sama hvað er miklu peningar og allt það. Bara, við gætum verið að fara að horfa á stórslis bara í nótt, sko. Þetta er samt, sko, ég boksaði eins og við Egil, ég auðvitað á Sveppa. Og Sveppi, fór í aðra íþrótt að ég man bara leiði fekk högg á mig ég bara, oi hvað þetta er vont ég hljóp eiginlega bara frá honum þannig ég held að hinn gaurinn, Jake Paul, hann veit þetta alveg þannig að ef hann nær höggja hann ég held að hann gefst örgulega bara upp og leggst bara niður og lætur eins og sér þá er þetta svo fucking leðilegu bardagi sama eins og ég, akkur ég segi mér stókst að leðilegt að heyra Tyson og hitt hafi verið fixt það var nú eitthvað skrifin Tyson myndi aldrei fara í ringin ef hann væri bara, heyrðu þú mátt koma í ringin þú mátt ekki kýla Tyson komin á þennan aldur og er að fá þennan pening fyrir bardagin og líka bara, þú veist en ég veit það ekki en líka minna hvað ætlar að fara að róta 60 ára gamla mann þú veit bara hattasti maður í jörðinni sko ég spyr bara, vill einhver róta 60 ára gamla mann þetta er lag þetta er mjög þannig að þetta er í nótt ég ætla að vera morgun hann ánáttúrulega bara ekki neitt möguleika ekki neitt þú veist ekki einu svona einna móti miljón möguleika þannig að þetta er svona þetta er mjög áhugavert hvað er búin að gerast já talandi eitthvað áhugavert sem er ekki nótt þetta er í kvöld að jólaþáttur bannað hlæja verður í opinni dagskrá á Sín klukkan 21:20 í kvöld já í kvöld en þeir sem eru áskrifundur geta síðan bara núna strax á Sín Plus þar fyrir Sveppi Krull ásamt góðu fólki á kostum og ég held þetta sé besti þátturinn í seríunni á þess að vera að gera lítið úr hreinu þáttunum Herru, ég get sagt þér eitt varandi jóladagatali góða sem er í blöðkastunum núna ég er hættur að horfa já, ég er ekki að horfa eins og ég sleist alltaf að horfa á einn og það ég sé eftir og og ég er að fá mikið sendlík út af þessu við erum í tómurugli hana bara að láta að vita, við erum í tómurugli og þú varst að kynna þennan þátt jólaþátt bannað hlæja síðasta miðvikudag það var 17. Þú varst bara, heyrðum við Bassi kom sem gestuð okkur og varst bara, Bassi er í þættinum og það er bara til að gleðilega föstudag og það er bara jólaþáttur í opinni það miðvikudagur það útskýr og seint bara vik og seint nei, 2 dögum það útskýr okkur fólk var að senda á mig á Instagram með þátturinn í kvöld Því að það sé það jóladag ég skildi ekki til ég held að þú var alltaf að segja hverja vits að daga já, ég kom nú samt ekki vestur út úr þessu jóladagatali en var það ekki bara ég, vildi ekki segja það bara ég vil menna að það hafi allavega ekki verið gilsinningar hann var býtu, þegar hann drekkur fer hann bara inn í sig eða? Þetta kallast að planta sig hvað þýðir það? Það verður hann bara svo planta sig bara hættir að tala en hann er ekkert vanur því? Nei Er hann ekki svona þegar hann drekkur þá er hann alveg bara lelelelele já, ég held að hann er bara seka steindi þegar þeir eru út á Tenerife og hann er búin að fá sér og fyrir að röfli í steinda þá er hann alveg bara lelelelele það er góða búndur þarna var hann bara eins og einhver mállaust þjóð ég hefði viljað taka það bara á þetta sjálfur það hefði farið mér betur á það ég var náttúrulega bara röfland út í eitt þetta var geggjað sko þetta var tilraun og já, við sjáum til hvernig þetta verður næsta reyð það verður annað jóladatal ég er ekki vissum að verður sömu reglur en eigum að fara yfir þátt dagsins drengir við erum með klefa í fyrsta sinni í langa tíma og þetta er góðu klefi þetta er jólaleikur Bylgjunnar og þetta, við höfum verið með ferðarleikinn en þetta byrjaði alltaf jólaleiknum já, þá er bara Heimir og Ívar og allt gengi hinum einn kom út vinning, það er 4 hjólaferðir og afnóta bústað og allt í gangi það er allt í boði og þú þarf bara að svara 3 réttum í beinni og þann vinningurinn sko spurning hvort hann fara út í dag það er gaman að sjá heyrum þá eftir, við erum með hvort myndur frekar sem að Sveppi Krull sérum erum við að tala um eitthvað þetta eðlilegt eða? Herðu, þetta er nefnilega bara dálítið eðlilegt ok, jólalegt þetta er náttúrulega jólaþáttur þetta er smá jóla, þetta er svona þannig þekkið ekki Steindi, þú ætlar að henda okkur Sveppa ég þekkið ekki já, þeir eru að fara að keppi því, þeir náttúrulega eru búin að þekkjast alveg sko, hvenær kynnist þið tveir ef ég ætti að gíska það er örgulega fyrir hvað ykkur 25-30 árum það er 2001 það er enginn að yngjast þetta og þeir 24 ár þeir ættu að þekkja hvern annan helvíti vel þannig að þið hefði keppt áður
Ég man ekki hver vann síðast, hvort að Krull hafi ekki bara komið og tekið það, ég man það ekki alveg. Ég var með þetta síðast líka og þetta bara öllum drullu saman hvernig fólk síðast. Nei, þetta keppni. Það enginn að spá hver vann síðast. Nú, segðu allir það, hann búin að skráta allt inn í Excel, hann veit allt þetta. Talandum Egil, þá sendi hann mér nokkra spurningar, ég á eftir að fara yfir það. Hann heimta að ég myndi hendi ykkur í King of Christmas að þetta var í síðustu þáttum fyrir jól. Ég held ég myndi sleppa. Ég á eftir að lesa þetta yfir. Ég sé til hvort að ég set mig í stellingar og taki þessa spurningkeppni fyrir hann. How do you do fellow kids? Það á sínum stað og svo sko málið það, við getum eiginlega svolítið valið, við getum farið í How do you do fellow kids eða við getum jafnvel hent okkur í hvori nettari. Það er svo erfitt þegar komið að einhverjum svona erfiðum aðstæðum sko. Í hvað setningu hendur? Já, kannski mér finnst þetta eiginlega erfiðast að skrifa fyrir komið að ílfandi hundi og hann eitthvað svona glefs í áttina eitthvað hvað nettur línuði hendi og eitthvað svona sko. Fyrirverandi kærastæðin á hundin og þú ert nýbúin að sparki hann Já, í hvað nettur línu hendur Þannig að hvori nettari getur dóttiðinn? Getur dóttiðinn, þetta er allt í boði. Já, bara í höndunum á Guði. Það er svolítið þannig sko. Og sonur hans, hann á ammæli á miðvikudaginn. Já, það er stórt ammæli. Ammæli sem barnið svo blöð. Jesus Christ. Goddamn Jesus. Fögnu frelsaránum styrkist í þetta. Við veit ekki flestir af þeim degi, ammælisteginum. Já, þú varst að reynda með í jólaleik bylgjunar og þá er þetta vist ekki að við séum að fagna ammæli frelsarans heldur. Það var eitthvað annað sem að fólk heyri bara betur eftir. Já, það er í raunin annað sko. Eitt annað sem var svo heldur stórt líka. Gleimist stórt. En já, talandi frelsaranna þá átti ég ætla ekki að segja okkar maður en þessi maður hefur spilað stóra rullu í lífi Sveppa Krull. Hann átti ammæli í gær, hann heitir Keith Richards. Og ég veit þetta nú ekki jólalag, við munum spila einhver jólalög í dag en ég held að sé alveg við að hæfi opnað þetta á Stones. 82 ára. Menn spáðu ekki að hann myndi ná þeim aldrei. Nei. Allir sem að spáði því að myndi deyja, þeir eru dánir. Já, ekki búið að skipta blóð í honum margótt? Já, það skiptum allt held ég. Þetta lag heitir Painted Black og ég held að það sé við hæfi að byrja þáttuna þessu. Let's go. FM 957. Það held ég þeirra að hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957 og ef þið heyrir Rolling Stones á FM 957 þá vitið hver er í stúdíunum með okkur. Það er okkar besti Sveppi. Herðu, leiðileg spurningi, hvað borðið þið á aðfangadag, drengir? Fyrst það er svona smá jóla. Alltaf mannakjöt hjá okkur. Ég er að grínast. Nei, við erum ekki að borða mannakjöt. Akkur haldið þið það? Farið mannáttum jólin. Það væri gaman að prófa. Það væri stórt. Það væri hjút. Við ætlum að prófa þessi jól. Það er hérna, við ætlum að borða af það. Já, málið er í fyrra. Við erum alltaf með hrygg. Þú veist, ég er alveg upp á því. Hamborgarrygg. Já, ég hef aldrei smakkað rjúpu. Nei, það er engin rjúpa. Ég veit ekki hvar maður ætla að smakka hann annars staðar en á jólum bara, ykkur staðar. Sveppi er svona ekta rjúpukall. Það er rjúpur í mér. Já, rjúpukall. Og ekki hamborgarryggur. Nei, sko, dóttir mín, hún hefur verið svona gæla sem að borðar ekki rjúpur og svona. Þannig ég hef oft tekið svona bæjónskingu, bara svona litla, soðið hana og dundra henni niður í sneiðar og svona. Það er nánast eins og hamborgarhryggur. Þetta er bara, þetta er af sama svíninu, sko. Og þú getur notað sama meðlæti og með rjúpu. Og krakkarnir hafa svona verið að gluða þess í sig en það þurfa allir að smakka rjúpu sko. Ég veit ekki hvort ég hafa smakkað henni. Ég held ekki, hún er frábær sko. Ég væri til í að smakka það. Það er náttúrulega villi bráð, maður þarf aðeins að venjast þessu og svona sko. Það er tökkur í henni. Það er tökkur í henni sko. En já, við erum alltaf. Og ekki leiðilega þegar þú ert búin að skjóta hana sjálfur maður. Nei, hefur þú gert? Þú gerði það núna? Skjóta hana, mun ekki, ég var rétt að sjá. Ég gæti ekki skotið fugl. Jú. Herru, ég keyrði á gæs einhvern mann. Akkurat, sérðu, þú getur ekki skotið fugl. Ég var með alvöru bömmur. Ég ætla að segja þér að þú hefur frekar skjóta hana af því að það er miklu verra fyrir hana að láta keyra á sig. Já, því hann alltaf með skambis í hans skólinu. En ég hringdist Mér varst alltaf gott aðrið, muni ekki eftir Karri í Mímaseluna í Rín þegar hann keyrði á beljuna og fór út og bara reyna að kýla hana með byssunni, bara berja hana til döða. Það var stórkostlegt. Nei, sko, við erum komin í Wellington líka. Við erum með sko seinast var þetta bara Wellington og hryggurinn svona með, hann er alltaf að minka, fólk vill fara meira í Wellingtonin. Já, vill hafa hann, en fólk vil minna í hann, skilur. Svo er Jón Háður, náttúrulega besta við jólin eru ristabröð með graflags og graflagssósu. Dýrka. Það er alltaf. Svo var ég búin að gleyma bara hvað laufabröð er ógeðslega gott maður. Tjöfell geti ég getið að því maður. Það er bara sem krakkar er eitthvað að maula á það. Hvað er það bilaður? Laufabröð. Hvað er það bara krakkar sem borða laufabröð?
Þetta svona, jú, þú tekur þetta eða er eitthvað Pálínu búið í skólanum hjá þér sko. Já, hvað svoleiðis? Þetta er ógeðslega gott Já, Þetta smjör og lögubröð Já, ertu með það líka aðfengardagskvöld? Nei, ég er bara búin að vera hámyndið mig í vikunni sko. Já, þetta er bara heima Já, þetta er bara svo smákaka á okkar heimili sko. Skilur þetta, er þetta og svona? Já, ég samar, þetta er ekki vont og bræð Nei, svo kemur bróðið minn alltaf með eitthvað smá villi. Hann kom með eitthvað krónhjört síðustu jól. Er hann eitthvað að skána bróðið? Með hvað? Bara alltaf ræðilega lína. Nei, þú veist hvernig hefðin er hjá mér með sig. Það kom allir í hátteginu. Já, aðfangadag. Það er bara partí. Ekki partí, þetta er bara jólin. Allir fullir. Bara stemming. Alltaf einn jóla tekin. Já. Það er bara allir mæta. Og það er bara 14-15 manns bara heima. Og það er bara allir í þessu. Það er einhver að taka hrygginn, einhver að hjálpa stað, einhver að gera eitthvað. Það er enginn eitt sem er að sjá þetta og deyju stressi og jólin ónýtt. Já, það er bara allir að gera eitthvað. Og er allt þetta fólk, er það með þér þá allan daginn og fram á kvöld? Já, allan daginn. Krakkarnir fá að opna einn og einn. Já, þetta er alveg dagurinn. Þetta er dagurinn, þetta er prógram. Skemmtilegt. Veitu hvað aðfangadagur heitir er núna á miðvikudag? Mér finnst nefnilega annar jólum á föstudegi. Við erum svona komin mitt á milli að vera að gera þetta eins og Bandaríkjamenn og Íslendingar. Því að við erum sko Þið eru svolítið fjölskyldanstendi alltaf nálgast kanan. Já. Þið takk alveg Halloween party. Já. Ég býð bara eftir að setja að fara á Skeljarnar á Valentinsdeginu. Já. Mér finnst bara ógeðslega skrítið að kvelja bönnin. Að vera með sko, þú veist, þau vakna ógeðslega spennt og eitthvað svona. Og svo er þetta bara allur dagur, svo borðaru. Svo vil fólk líka vaska upp sko. Svo er þetta kannski bara með eitthvað 5 ára krakka sem voru vaka Má ég opna pakka? Nei! Bara 8:30 kvöldi. Við erum að fara í möndlugraut. Að deyja. Þannig að við erum svona leiðum að taka einn og einn, skilur, frá hvort öðru. Það er svona 3 árið að þið opnið þetta á jóladag eins og kaninn. Já, ég meina sem það er samt ekkert vitlu sko. Þetta er miklu sniður að vakna bara og fara fram á náttúrunum og krakkarnir opna pakka og geta leikið sér með þetta. Líka ég man bara eftir því að börnin mín voru 3 og það var að vera að opna pakka og þau byrjuðu ekki að opna fyrir allir voru búin að borða. Og klukkan er bara 8:30 kvöld. Ég veit það. Svo bara klukkan 8:30 er verið að opna pakka og svo eru búin að opna allt dótið sitt og þá maður bara svona jæja krakkar nú þurfa allir að fara að sofa. Þetta er ógeðslega skrítið. Hvað ætlar einhver 5 ára krakki sem fær eitthvað dót sem hann langar í jólagjöf? Hann getur ekki leikið sem þetta. Þetta er ekki einu svona opnað úr pakkanum. Nei, af því að klukkan er svo margt og það er svo margir pakkar. Já, þetta er steikt sko. Herðu, ég ætla að fara í erlend slúður, drengir. Og ég er með fullt af mólum en engin, þetta er ekkit voðalega bitastætt, þannig að ekki sko fyrirsætan og raunveruleika stjarnan Kendall Jenner, hún er vist komin í samband. Svo hefni er Ben Gorham sem er einhver sænskur aðdætamaður. Já, hann er í Ylvötnum og eitthvað svona. Ben Gorham, Svítis, hann er körfuboltamaður. Já, hann er fyrrum körfuboltamaður. En það er 18 ára aldursmunur á hann. Hann er 48 ára og hún er 30. Sérðu hérna, þessi hérna. Ok. Já, þetta er mynd, sko, reynda þetta er svona einhver töframaður. Hann lítur smá út eins og sko blanda töframanni og svona næst aðal vondakallinum í Die Hard. Veitir hvað við? En já, þau eru búið að hamingjusum og lappa götur Hollywood bara hand in hand eins og stendur hérna. Og já, óskuðu þeim ekki breinilega til hamingju. Jó, þetta er bara flott. Er hún ekki svona heilbrigðu staðið systur honum? Hver er þetta? Kendall hérna. Kendall, er það Kardashian fjölskyldunni. Það er yngsta systirinn. Já, ég held að hún sé yngri heldur en Kylie hérna hinn. Herðu, það er alltaf ákvörðun að byrja með svona stúlku sko. Hvað mennur? Já, bara þú ert að giftast ekkert inn í einhverja venjulega fjölskyldu. Nei, og menn hafa, ég er ekki að kenna fjölskyldinu en það hefur ímislegt gengið á það þegar mönnum sem hafa farið inn í þessa fjölskyldu. Lama Rótom bara á fundinu nána stauður á einhverju hóruhúsi, Kanye West og reyðurum. Það var ekki ein manneska sem vissi hver Ben Gorham sænskur fyrirverandi körfuboltamaður var. Svo byrjar það með henni og heimurinn veit hver hann er. Þú ert að sænað inn í alvöru pakka. Myndum að nenna þess? Nei. Jésús, ekki nefnum að setja eitthvað yfir aðstangin. Það þurftir að vera yfir aðstangin. Alveg yfir aðstangin. Já, að taka þátt í þessum pakka. Herðin, George Clooney, drengir. Hann er hættur að kissa mótleikonur sínar. Hann ætlar ekki að taka sér fleiri hlutverka sem hann þarf að kissa mótleikonur sína. Það er auðvitað að segja þetta hratt. En hann segir að hann er hún 64 ára og finnst hann orðinn of gamall til þess að vera að kissa aðra konur á skjánum. En ekki ef þær eru 64 ára líka. Já, er hann ekki að tala að svona, hún vil skrilla að vera að kissa miklu yngri konur á skjánum. Hann segist bara ekki að kissa fleiri konur í bíómyndum. Ef ég væri hún 64 ára leikari þá myndi ég fara að sækjast meira í það. Reyna að fara í sleik við einhverja 30 leikonum bara.
Værur á setti og segir bara, herðu vantar ekki smá sleik hérna í þetta atriði ekki eðlilegt að við varum að kyssast í þessu atriði? Já, ég er búin að lesa handritið á fullu þetta. Mér er svo skrítið, sko, þegar bankar á niður í gangi. Finnst mannst eitthvað sleik eða eitthvað? Þau væri alltaf að kyssast. Þetta er bara fyndin skell. Bara gauðist bara alltaf að koma ykkur sleik inn í sinna. Herðu, það er ekki að kissa hana hérna. Já, einmitt. Já, hann segist já, þetta er ekkert merkilega en þetta og þetta er ekki eitthvað eins og hann hérna tala um beru þetta virðingu fyrir konu sinni hún kom ekkert nálægt þessari ákvörðun hann bara vill meina að hann sé orðinn og gamall til þess að vera að leika einhverju romantísku gamanmyndum og kissa aðra konur hann talar ekkert um aldurinn á þeim herðu, svo talandu Kardashian fjölskylduna og fyrrum kærasta þeirra, systra þá var grínistinn Pete Davidson hann var eignast sitt fyrsta barn með fyrirsætunu Elsa Hewitt og við óskum þeim innilega til hamingju hann er með konundur sem hann hefur deyta Kim Kardashian, Emily Ratajkowski Kaja Gerber, Kate Beckinsale Phoebe Dynevor sem ég veit ekki hver er og svo var hann líka trúlofaður Ariana Grande Já, veistu, og hann er með svona andlit sem aðeins móði getur elskað sko Já, hann er alltaf ekki myndalegur og þessar konur sem er að tala Pete Davidson Já, grínistinn hann er skemmtilegur mjög skemmtilegur grínist að þið komast langt maður En alltaf sé bara svona hrikalega skemmtilegur Já, greinlega og líka með eitthvað svona sérstætt útlit það er einhver sjarmi yfir þessu Herru, hérna, ég nefnir ekki að hlusta meira svona móla mér langar að spyrja þig eitthvað svona dót Ok, ég ætla að loka tölvunni Hvað er að frétta af Kölkin? Mér langar óslega að vita hvaða rugl er í gangi með hérna dóttir Jessica Alba Dóttir hennar Já, sem heitir eitthvað Woods Jessica Alba, ég var að kíkja hérna og hvað með ég tengi ekki Jessica Alba, dóttir hennar Ég er alltaf að fá eitthvað svona á Instagram bara eitthvað, the untold story the video, eitthvað bla 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 mjög allt bara fake eða eitthvað How many children does Jessica Alba have? 3 children Já, það er einhver sem heitir Woods hvað heitir hún? Maður sjá, það er Ég er bara ekkert að tengja Nei, mér sýnir enginn heita hún heitir Honor Mary hún er þetta bara algoritmi minna? Já, fjallum dóttir Jessica Alba ég var bara ekki búin að ég hef ekki heyrt sko ég hef ekki heyrt bara nafn Jessica Alba lengi Nei, men svo er þetta talandi um algoritman það er stór hættulegt maður þarf að bara fara strax yfir þetta er orðið þannig bæði á Reels og á TikTok að þú ert lengur en 2 sekundur að horfa á eitthvað vídeo þá er það bara allt sem þú færð bara næstu 2-3 vikur bara þú slísast til að sjá eitthvað vídeo og bara segja Sydney Sweeney eða eitthvað þá er bara allt hjá þér bara einhverja stelpur með stór brjóst Ég er mjög gladur með minn algoritma Já, það þarf ekkert að breyta honum Nei, ég er eitthvað stoltur minni Ég þarf ekkert að fela Ég er alltaf að senda á þig alls konar sem ég er að fá Hann er mörgum fyrst að skrítin En þetta er rosa mikið svona gervigrinda stemning sko Ég er gaman henni Já, þú pælir mikið Já, og svo er þetta svona skrítið art Svona einhver sem er búin að búti tæki sem að það þarf ekki að nota hendur til að borða lauk og eitthvað svona skrítið Það er skemmtilegt Það er áhugaverður gaurinn sem er að henda eplónum og borða það alltaf Nei Hann er út í garðið og í sturtu og allstaðar Hann er með 3, hann að jökla 3 eplum Svo að jökla boltum Hann að jökla 3 eplum Og er alltaf að taka bita af þeim í leiðinni Sýndakortum mennum fyrir mjög Skuldum auglýsingar og svo fyrir við í Þekki eða ekki hér Summerwood Sjúðlástu lengi að finna þetta maður Hvað er Við hendum við auðlýsingar Sumarskóur Summerwood Þetta er auðvitað dóttir golvaran Hvað heitir hann? Tiger Woods, já, það er Tiger Þú sagði Jessica Alba Já, af því að það var eitthvað frétt með þeim Ég var bara rifið upp á meðan vorum að spjalla Já, Woods og Jessica Alba byrjuð saman Við skuldum auðlýsingar og þú ert svo Já, Jessica Alba og Tiger Woods er nýjasta parið og eiga barn sem heitir Summerwood Ég ætla að sýna ykkur gæja Maður verður bara heimskar á að vera þetta Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957 Hér er eitt gammalt og gott Það er svo mikið stemming hérna hjá okkur Kanye West, Rihanna og Jay-Z Brunnistan, ég kynst þetta lag lengi Þetta er rosalegt lag Já, þetta er gott en við þurfum að lækka sér þessu og fara í aðeins svona hlægilegri tóna og já, glöggir hlustendur FNÍ blöð þekkja þetta lag þetta þýðir að við erum að fara í dagskrárliðin þekkið ekki og oftast stjórnar ég þessum lið en Steindi vildi taka hann yfir hér í dag Já, mér varst það svona skemmtilegt og góð tilbreyting við hæfi, mössi í húsinu og já, þannig við keppum hvor okkar að fara undan fram sem við viltu fara undan og ég að fara undan
Fara á prentarann. Ég skal bara fara á undan út sko. Ok, já, hendur á prentarann. Kíkja á prentarann. Já. Það er stemning á prentaranum sko. Já, menn bara passa verið ekki á lengi. Já. Heyrðu, ok, býðum eftir að Sveppi fari hérna alveg út svona. Rann farin drengurinn. Já, heyrðu, það eru 4 í dag. Ok. Þekkið ekki. Það er miklu léttir að vera spirill í þessu heldur en hitt. Erstu með eitthvað svona viðbjóð í þessu? Nei, Þægilegt. já. Ok. Þetta er bara mjög þægilegt. En samt alveg krefjandi. Ok. Þú til í þetta búin að hreinsa huga. Ég þarf ekki að hreinsa huga, ná ekki að hugsa í þessu. Jú. Klár. Já. Herru, þá byrjum við fyrstu við það. Fyrir hvað hrósar konan þín þér mest? Það er ekki mikið. Ekki mikið? Það er eitthvað. Þú mokaðir daginn lóðina. Ég mokaði einu sinni, við erum búin saman í 8-9 ár sko. Svo varstu alveg svona, þú stemningsmaður, það er gaman hjá þér. Já, hún hrósaði mér ekki fyrir að það sé gaman hjá mér. Eitthvað svona. Ok, væmisvar. Ég hugsa að hún hrósaði mér fyrir föðurhlutverki. Já. Fyrir að vera pappi. Já, fínasti pappi. Og býtur við þar að skrifa þetta niður en þannig að Svo var ég að hugsa, er það eitthvað? Jú, þetta er alveg einn hrós og svona eitthvað Fínasti pappi. Já, þú veist, ég meina það að vera leiðilegt að segja að vera piece of shit pappi, sko. Já, það væri skellur. Þannig að það er akkurat ekki þannig, það er öfugt. Já. Herru, þetta er gott svar. Ok. Nefndu 3 hluti sem að poppa upp í hugan á þér þegar þú heyrir nafnið Öddi og Sveppi. Þarna er raunni, sko, nefnið 3 hluti. Þú þarf sjálfa mig líka þá eða? Já, sko, þú veist, Sveppa, skilur. Já. Þú veist, þú átt að svara fyrir 3 hluti sem að, hvað býtu, ég skildi þetta ekki alveg sem við höfum gert saman eða? Nei, sko, nefndu 3 hluti þegar þú heyrir, þú veist, nafnið poppa upp, skilur, Öddi og Sveppi. Þú veist, bara þú heyrir Sveppi. Já. Ég bara spyrja þig með Sveppa og hann verður spurður með Auta. Þannig að þú veist, þegar ég segi, ok, basically fyrstu 3 hlutinir. Þú heyrir bara, ok, ég segi núna bara við Sveppi Krull. Hvað 3 hlutir poppa upp? Þarna væri hægt nefnilega að fá 3 svör, sko. Þetta er 3 stig, meinar Já, þetta er mikilvæg spurning. Fyrsta sem poppaði upp var Rolling Stones. Ég veit ekki hvað Stones 70 mínútur. Og rauðvín. Rauðvín? Já. Hann hattar ekkert rauðvín. Hann alltaf hefur verið að flytja inn rauðvín. Já. Ég líka það margt annað sem poppaði upp sem ég bara get ekki sagt hérna. Nei. Eitthvað sérstætt svona samt sem að Ég veist bara hann Allsber. Já, einmitt. Við hefum alveg sagt frá því, en ég held ég aldrei verið um hótelherbyggja og klæðis úr og fyrir að flippa eitthvað. Já, slástu pítsu eða slástu ykkur gardínur og svona. Já, enda þarf að fá leyfið hann til að sína það í blöðkastinu. Já, það er veistla, við vorum saman í herbyggja AC og hann bara slást við allt í herbygginu. Hann hlýtur að gefa leyfið fyrir því. Já. Hann var í fötunum. Já. Rest á pizzakassa. Já, rest á stólinn í herbygginu líka. Já. Vegginn. Veggurinn við með eitthvað að stæla við hann alltaf eitt kvöld. Rugglaður, sko. Þannig að Stones, rauðvín og Allsber. Já, nei, þá er þetta Stones 70 mínútur Allsber. Taka rauðvín út? Já, taka rauðvín út. Ok, þetta er gott. Þarna er hægt að hrúin stigum, sko, sem er gaman. Samt erfitt að gíska á. Ok. Já, herru, hvað er lélegasta íþróttiðin af öllum íþróttum? Þú veist, í hverju myndir þú sökka bara mest? Sund. Ég hræðilegur í sundi. Ég held ég kunni ekki að synda. Þú veist, ég get rétt svo að bjarga mér. Já, maður heldur sér á floti, bara með svona hundasundi. Það er ekkert mikið meira, sko. Ég myndi aldrei fara bara hoppun í laug og taka 50-100 metra. Nei, ég hef sagt áður hérna, sko. Við kepptum einhvern veginn í flugsundi og það fór á best of disk. Því það var bara eins og ég væri að drukkna. Já. Sundi, pottitar. Ég er bestur í baksundi, held ég. Nei. Jú. Það er erfitt, eða ekki? Nei, þá leggstu bara niður og leggst bara á bakið og ert bara að spynna þér áfram með fótunum. Þú veist, þú ert ekki að gera. Þú þarfst nú að nota henduna líka, eða ekki? Nei, ég ekkert, mér fannst Ertu að tala að setja góður í baksundi að þú liggur á bakinu og busla með tálum? Já, maður ætlir bara svona hálfpart að fljóta. Þegar ég segja, þá getur maður auðvitað sint bara til við þig, bara þannig. Nei, það sniði ekki byrja. Nei, ég segja Annars ég mun láta, ok. Ég ætla að segja þetta, jú. Getur þetta ekki baksundi við þér? Heldur þú það? Ég held að getur ekki tekið, sko, eina laugnastu. Nei, ég er að segja það samt alveg satt. Ef þú ert á bakinu, þá ertu með svo lítið effort. Þú ert ekki að nota hendur, þú ert ekki að keyra. Þú þarfst alltaf að halda þér á floti. Þú liggur ekkert á bakinu og bara flýtur. Nei, ég flýt alveg ágætlega. Ég er bara svona eins og bauja. Ég flýt alveg svolítið bara
ef við gerum ekkert sko. En sund ég held að það sé maður segja, ég nú að hugsa ykkur íþróttir svo náttúrulega fullt íþróttir sem að Já, ég meina sumo glíma, út náttúrulega grannur. Já, ég náttúrulega kann ekkit Já, ég segi sund, það er náttúrulega íþróttir sem ég liðlegast Ég vil ekki hafa þetta sem íslenskar íþróttir. Já, eitthvað sem er keppt í á Íslandi Já, allir þessi, er keppt í curling hérna? Veistu hvað það er? Já, þú veit hvað það Hendi er Menn að pökk. sópa Já, sópa fyrir pökkin og þetta er svona ílapar þetta er bara boccia á styrum komið með prik og komið að skauta Ég var til að prófa Þetta er basically, sem ég er alltaf verið að gera fyrir fótbolt og golf og svona Þetta er basically, einhver hefur hort á boccia hvernig þetta geta skemmtilega, en við förum bara á ís allir í skautum og við ætlum að vera með kúst Það sópa fyrir Þetta er það sama Já Heru, ef það er eftirna, þá er þetta spókustu ekki hendi lið, þetta er einhver íþrótt sem við myndum vera góður í sko Elskum boccia og bráðan curling Herru, sund Já Það var næsta Já, ég held að vera búinn Nei, þetta er síðasta Ok Hvað er að síðasta sem þú myndir biðja Sveppa Krull aðstoða með? Þetta er síðasti maður sem myndir hringi af öllum mönnum Þetta er vel lélegur í sko. Hann er nefnilega alveg lúmskur sko. Hann var sami auðmikinn og ég sko. Þetta er ekki eitthvað svona ég er að flytja Hann myndi alveg mæti það Hann myndi hjálpa mér að flytja Við kynna það Og svo er hann ágætur í eldhúsum líka Það er margt sem hann getur sagt eins og ára eftir sem hann myndi ekki biðja mig aðstoð Já Hann býtti bestu pullur sem ég smakkaði Hann er búin að mastera pulsugerð Hvað er síðast að mér myndi biðja Sveppa aðstoð með Já, komur í form Komur í form, já Ég myndi ekki vilja fá aðstofans þar Býtti, er hann ekki búin að vera að koma sér í form eitthvað heiði lengi Hann er alltaf hjá Gilsarunum eitthvað, hann og Pétur Hann er búin að vera einsinni í kynntustunum Já, mist, ég var einmitt að spája Hann er ekkit eins og búin að tálka sér 15 kíló neitt Er hann ekki á hverjum degi hjá honum eða? Hann og Pétur Ég held að Pétur sé duglegur að mæta ég ætla að spyrja nút í þetta Þá er ég laus Þá ertu laus Ok, hann í sveipin Þú varst bara flottur maður Já, sleppur ekki Jó, slafstu vel frá þessu Ég þarf náttúrulega að stilla hérna lögin einu sem kann á takkana Ítir ekki bara á repeat Það er ekki allir sem getur þetta Er þetta ekki takki bara? Nei, ég þurfti að íta upp einhverju sliðum Þú myndir aldrei geta þetta En ég ætla að ná í hann Já, Öðun Blöndal er að lappa hérna út úr stúdíónu og Krull er að mætinn hann er búin að vera hann í prentaranum hérna, ég held að flottum Herru, nei, hvað var þetta bingo bara 7? Nei, ekki henda á mig maður Ég er að henda bort í kosmosi Nei, þú ert bara að henda á mig Herru, já En gaman að því líka Hérna, já, ok Herru, ok. Er þetta svona skemmtilegu dagskrárljós? Já, hann á sína aðdándur, þessi liður Nú, já Herru, við vindum okkur í það Já, ég er klár Já, ég vil gaman að vera bara teyri þetta Já, maður, læstu bara hörðinu Herru, fyrir hvað hrósar kona en þér mest? Mér? Já, þú veist, bara við erum að tala um bara Ég gerir ráð fyrir hún hrósiði nú bara oft en það ertu frábær Já, en það er samt svo asnalett eitthvað svona hrós Hún hrósa mér nú veist svona mest Sko upp á síðkasti þá svona þá hrósar hún mér ofta því að hún er farin að sjá mig stundum á sviði Já Ég er að syngja eitthvað Já, og það er góður söngvari Þá hrósar hún mér rosalega mikið Já Svakalega þetta flott Það er bara eitthvað svoleið sko Ég meina þú ert sko, þú hefur alltaf verið samt flottu söngvari Þú hefur aldrei verið Nei. Miklu betri söngvari en allir hérna trúðarnir Já, en ég svo sem ekkert verið bara mikið að því sko Nei Ekkert eitthvað svona að vinna yngöngu með það Nei, langar að Ætlar að gefa út plötu Þetta er það gaman Mössa syngja bara Heyrðu, sko áðurnum förum að tala um að ég sé að fara að gefa ykkur sóló Þá er í bíker tónleikar með mér og Góa á Ölveri á næsta ári Já Það er þar sem ég er að syngja mín uppáhaldslög Má ég ekki mæta í eitt lag? Hvað myndi það drepa ykkur? Alls ekki Taka Bjartmar Já Tjón kem í tindu Já, velkomin Mamma beglar alltaf Rosalegt lag Já, ég veit ekki annað Hún náttúrulega, það er ekkert verið að rósa manni mikið fyrir heimilistörf sko Nei, maður gerir þau en maður á ekki það þarf ekki að rósa manni fyrir það að setja í vél sko Nei, þetta er bara skilda Þetta er bara partur af lífinu sko Partur af lífinu, ég er sammála Þetta er svona síðasta sem ég man að hann hafi rósað mér eitthvað fyrir sko. Flottur söngvari Sem þú ert Nei, bara svona þegar ég er á sviði og gerir vel þá hún alveg, þetta var ógeðslega flott ég er ógeðslega stolt að þér Nei, kannski ekki Nei, hún segir bara flott í þær Já
Einn high five og jafnvel eitt koss og kinn. Bara flottur. Herru, þá heldur áfram. Nefndu 3 hluti sem popp upp í hugana þér þegar þú heyrir nafnið Auddi. Auddi blöð, hvað hugsaðu strax? Bara, og nú þarftu bara að vera heiðalegur sko. Þetta Sauðakrókur. Já, hugsa strax bara krókurinn. Hyundai Coupe. Skalli. Manchester United. Hvað meira sem þú svona hann alltaf svolítið sérstök típa. Já. Hann það Ben Stiller. Ég hugsa oft Ben Stiller á sama tíma. Ben Stiller, hann alltaf var hann í búningapartí. Já, því að þeir eru líka líkir. Já, þeir eru líkir. Það eiginlega daldið skrítið stundu sko. En sko, þá ertu með krókin Hyundai Coupe með Skallamanju, Ben Stiller. Þú mátt bara með þrennt. Já, ég veit það sko. Það er eitthvað stemming í þessu. Já, hvað myndur þú segja að væri? Já, sleppum Ben Stiller og... Já, ekki. Sleppa Manju, eða ertu með Skallan eða inni, eða Hyundaiinn? Sleppa kannski Manju bara. Já, sleppa Manju. Krókurinn, Hyundai Coupe og sköllóttur sem hann vissulega. Herðu, í hvað íþrótt ertu lélegastur í? Í hvað íþrótt? Já, og þetta er helst íslensk íþrótt. Annars getur þú sagt náttúrulega bara, þú veist, skák, hnefaleikar eða eitthvað svona. Já, ég er alltaf ekkert góður í hnefaleikum sko. Nei, en þú veist, þú getur sagt hér sumoglíma eða. Já, þú veist, ég er til dæmis alveg rosalega lélegur í pílukasti. Er það? Er ekki allir fínir í því? Já, pirra mig svo mikið. En minna, þú veist, þú hefur alveg hitt í 20. Ég hitt í spjaldi, já, rólegur. Ég er ekki alveg, ég er ekki lamaður fyrir neðan háls. Nei. Ég get hent pílu sko. En ég er rosa leilu. En það er ekkert eitthvað svona mér finnst það bara sko. Ég veldur ekkert eitthvað verið mikið að keppa í pílu sko. Það er bara eitthvað svona sprell og grín. Skemmtilegt í pílu. Ógeðslega gaman. En mér finnst ég svo leilu sko. Já, er ekki bara píla? Já, hvað ég segja, píla ég veist, ég er ágættur í bolta íþróttum. Skíði fitnessskíðum. Þú skíðar. Golf, þú nú alveg slegið. Já, ég er nefnilega ágættur. Ég er svona mellu færi í öllum greinum sko. Já, og enda ertu gamall. Ég get alveg spila pílu. En þú veist, íslensk glíma, ég er ekki góður í því. Nei, bókfimmi. Bókfimmi, ég hef aldrei farið í bókfimmi. Nei, ég finnst það sér gott sko. Já. Við höfum að gera það maður. Kaupa ykkur boga. Sko, mér langar í boga. Já, þú þarft ekki að kaupa boga og fer bara í bókfimmi prófar. Já, það er samt svo gott bara eiga boga. Já, bara geðvitt. Maður er alltaf eitthvað að snáast með hann í garðinum og svona. Skjóta ykkur epli. Já, við höfum að kaupa ykkur boga. En er það ekki bara pílukast? Jú, ég er satt við það. Svona fyrst sem þetta. Það var síðasta. Hvað er að síðasta sem þú myndir gera? Nei, síðasta sem þú myndir biðja Audda að aðstofa þig með. Þú myndir aldrei hringja hann. Þú myndir ekki allara nema hann. Er það ekki eitthvað fysikalt? Nei, bara ef ég myndi vera að keyra bíl og dekki mitt myndi springa. Þá var hann síðasti maður sem ég myndi hringja. Já, hann myndi aldrei ráða við það. Hann myndi aldrei geta farið, náði varadekki, tjakka bílinn upp á réttu stað og svona, hann bara gleymdi þessu. Nei, og þetta er bara eitt af svona 11.000 öðrum hlutum svo sem. Hann alltaf sprakk ljósapera heim í honum þegar hann og Landaköss byggu saman. Já. Og hvorugur þeirra gerði, þeir byggu í myrkri, bara í árið eitthvað. Þar til að koma einhver vinu þeirra, bara hvað er eitthvað. Já, bara hvað skiptið ekki peru? Já, peru í skúfunni hérna. Já, hvað er með hann maður, ég ætla að skipta. Hvað er með stól og peruna? Já, þetta er skrítið. Já, mjög skrítið sko. Ok. En dekk á bíl sko. Já, ok, það er komið. Blöður að koma inn núna. Vá. Sælir. Já, drengir, þetta nú er allt í játnum maður. Þetta getur Nei, ég er að segja þetta getur 0-0. Þetta getur spennandi. Stefnir í stórmeistararitafli. Þetta stefnir nefnilega í eitthvað. Við hljótum að fá eitthvað stig. Það er alveg erfitt, ég var að hugsa þetta. Sko, í spurningu 2 þá getið ég náttúrulega fengið 3 stig. Já, við hljótum að fá eitthvað þar. Herru, eru klárir? Ég ætla að byrja bara á þér Blöð því að þú varst að kæla. Fyrir hvað hrósa kona eða mest, hvað sagði Krull þarna? Já, hvað hrósar Íris Sveppa mest? Já, það er Ég hugsa, hann er duglegur á heimilinu. Já. Ég held ég vel aldrei komið heim til hans að hans að brjóta saman þvott eða gera eitthvað djöfulinn. Já. Gefa honum það. Skildan kallar, Call of Duty. Já, svo reyndar þetta held ég ég held að segja sama með Írisi og Rakeli að þetta er ekki eitthvað sem hann á hrósónu fyrir. Þetta er bara eitthvað sem hann á að gera. Já. Já, ég ætla að segja að hann hrósónu fyrir hann sé duglegur.
heima fyrir Svo duglegur heima fyrir Það er ekki rétt Hann er að fá góð hrós núna Fyrir að vera flottur á sviði Flott Það svar er einu skiptið sem hún hrósa mér Fallegt Bara svar svona þegar hún kemur og bara þetta var ógeðslega flott sér, ég djöðlar í stolt þetta var svo gaman, mi Tala um svona Já Hafði ekki hlustað Djöðlar þetta flott Það er svo gaman Af því að hún hrósa mér aldrei fyrir neitt skiluru eðlilega það er ekki svo ég hrósi henni bara heyrðu hérna ég sáðu bröst saman þvott Ég veit að það var sem ég en samt sem er bara Já Veistu, Ég var að það hugsa er meira enginn því að að hún er hrósa einum Þú ert meira heima heldur en hún Hún er bara fasta frá 9-8 til 5-6 Þeir eru miklu betri mál minn hjemme Ég komst að því daginn að Sigrún horfir ekki á neitt sem ég geri Það var algjör skellur Ég spurði hann eitthvað daginn, ég man ekki hvað ég var Ertu búin að tjekka á þessu? Það verður skellur fyrir þeim Ertu búin að horfa fyrst á þáttin? Nei, ég á alltaf eftir að gera það Ég ætla að gera það Ég sker ekki heldur sko Nei, og svo spurði ég eitthvað Ertu búin að horfa á þetta? Og svo þegar við gerum bara drauminn Ertu búin að horfa eitthvað á drauminn? Nei, ég á alltaf eftir að kíkja á þetta maður Ég er spenntur í þessu Rakel er ekki búin að horfa á drauminn En hún hlustar alltaf á blökkast En ég gefni það Ég skil hann samt vel maður að Ég búa spennir ekki, við hún horfir ekki á neitt okkur af því sem er það gerir, sko. ekki grín að búa með svona mönnum Þetta er bara Hún ennir ekki að fá meira af Hún ennir ekki að fá meira af mér Nei Skilur við í sjónvarpinu líka Fær nóg Já Nei og veistu líka bara það er ekki svo við séum hjóna því að ég er svo góður að kúka út í Etiópíu sko Veist það er annað sem er að heilla hann held ég Það var gott atrið Gott atriði. Fyrsta sinn sem að sá ykkur rífa Stjórnlastu reyður Við þekkjum líka svo vel að þú varst genuine reyður Bara kottu með tissue Hann með þetta litla veski sitt Ógeðslega pyrra Matareitun Kottu bara með tissue Ég nenni ekki að vera að taka þetta upp þetta núna Herru Já, ég fekk ekkert stig Nei Já, það var að spurning hvort að sveppi Já, það var að sveppi Fyrir hvað rósar Ég man ekki einu sinni svar Jú, ég man það Já, hvað Já, hún hrósar honum hérna ég held að hún möl Rakel að hrósa þetta ding Já, hvað hann er góður með strákana Það er rétt Assassus Fínasti pappi Fínasti pappi Vá Vel gert Ég vil kom ég sterkur 1-0, þetta skellur Ég reynda að geta fengið 3 stig að þetta Já, það er 1-0 fyrir Krull Byrjum á blöð, þá nefndu 3 hluti sem popp upp í hugan þegar sveppi hirði Öddi blöð Sko, þarna verði ég þá er ég raun að spyrja sko hvað poppaði upp í hugan á þér Þú hefði nafni Öddi Já, þannig að hann á að segja núna sko Ég hlýt að fá allavega 1 stig þarna Fjandinn hafið það Má sjá, 3 hlutir Já Þú hefur Öddi Manchester United Það var inni Er það í alvöru ekki? Það datt út Það var eiginlega Steindi sem tók það Það datt út á loka ég er ekki dómari hérna en ég ætla að gefa hálfstig Sauðakrókur Rétt Kannski eftir með 1,5 sko, við þurfum að meta þetta eitthvað eftir Dómnefnd Maður sjá, Sauðakrókur United Sköllóttur Þarna 2 stig Þá held ég að ég er ekki að fá 3 Alls ekki Þetta var alvöru notað maður Já, þetta var krókurinn Hyundai Coupe Skalli Svo var Manju inni Og það var meira, hvað var það? Það var Manju og við vorum með eitthvað eitt annað sem á næstu Það er alveg saman, ég fekk 2 stig Sáttu það Þá spyr ég bara Krull, hvað hérna Já, bara sama, hvað er að fyrsta sem datt í huga blöð þegar hann heyrir nafnið Sveppi Krull 70 mínútur Rétt djúvill er þetta Það er allt í átnum, það vissi þetta Vissi þetta er þið svona Breiðholt Ekki rétt Þegar þú segir það Það er 2-2 strákar Ekki fórstið núna Breiðholt Krullur Það vantaði 70 mínútur datt Það vantaði Stones Rolling Stones Við vorum að spila það á þannig Svo vantaði líka Allsber Mikið Allsber Ég hefði gefið líka stið fyrir Breiðholti var skeitið á mér Þegar ég hugsa þetta Við tölum hótelherbyggin Þú fljótur úr Já, fljótur á titlingin Stríða gardinum Buxnalaus hálftími Já, það er skemmtilegt Þeir eru bestir Það er stærrík Það er 2-2 Já, við spyrjum blöð núna í hvað íþrótt Nei, ég ætla að spyrja bara Krull Í hvað íþrótt er blöð lélegastur í mögulega? Ég var búinn að hugsa það sko Já
Það einhver íþrótt sem að hann myndi þá algjörlega sökka í. Ég ætla ekki að horfa á hann. Ég meina, ég get bara sagt ykkur strax þetta hvoru eitthvað með fótbolta eða handbolta, eitthvað svona basic, sko. En það eru alltaf lægið þar. Við erum að tala lélegastir í. Við erum að tala lélegastir í. Já, en sumir geta ekki sparkað í bolta, sko. En við kunnum að sparka. Já, við kunnum það. Þið hafið verið að æfa og svona. Við veitum svar. Veistu hvað, þegar þú spurði mig að þessu áðan sko, þá var ég búin að hugsa, já, ég ætla að segja þetta Ödda og ég er búin að gleyma því. Já, allt í lagi. En það er ekki allt í lagi. Það er bara ógstlega leiðilegt mál. Nei, það eru marga íþróttir, það er bara finna nýja. Já, þá veit ég hef með rangt fyrir mig, sko. Ég ætla að segja, býtu nú við. Af því hann er nefnilega, hann er íþróttamaður, sko. Já. Hann er Blöndal. Hann er duglegur í öllum íþróttum. Hann er sérstaklega í boltonum, skilur við. Já. Hann er skvass og körfu, fótbolti. Ég skal bara gefa vísbendingu. Nei, enga vísbendingu, hvað ætlar að segja? Vísbendingin var bara, ég ætla bara að segja handbolti. Þetta er boltalaus íþrótt, já, ok. Þetta er ekki handbolti. Og sund. Það er sund. Auðvitað, maður. Hann sökkar í sundi. Þú er hótt af mig sunda. Ég veit að manna best. Já. Þetta er bara hundasund. En handbolti, ég aldrei séð blöð í handbolta. Aldrei, ég getur handbolti ekki Svíþjóð. neitt í handbolta, sko. Já, hvað varstu, 0 ára eða? Ég er verri sundmaður en handboltamaður, það segir sig sjálft. Heyrðu, þá Damn you, boy. Já, spyrðu blöðar. Sko með sveppa, Já. lélegast íþrótt sveppa. Það hlýtur að vera eitthvað hopp. Svona no joke. Hopp. Ég meina, sveppi. Hástökk. Já, hástökki. Nei, samt, þú ert alveg góður að fetta þig. Já, eða ekki. Jó. Já, jú. Svo farið þetta að vera íþrótt sem þú hefur pröfað. Ég er ekki að fara að segja stangastökk. Nei. Stubbastökk. Já, ok, ég ætla að segja. Ekki er að hlaup, hann kláraði Rikka G þar. Já, pakka hann saman. Hann kann alveg að hlaupa. Ég ætla að segja langstökk. Langstökk, þetta er gott gísk. Ránt, við rétt svar er pílukast. Það geta ekki líka. Pílukast. Þetta er ekki kasta ekki pílu. þennan svip. Heldur þú að setja verri í pílu heldur þú að fara í langstökk? Nei, langstökk er ekki íþrótt. Það keppti í Ólympíuleikum. Ég veit að það er samt svona svolítið eins og eitthvað svona inn í einhverju 3-stökki eða 5-þraut. Nei, það er svo allt annað. Það er keppti í langstökki. Ef ég sé þið fyrir mér núna, hlaupa og stökka, þú verður ekki langt. Ég get lofað því. Og ef ég myndi keppa við einhvern veginn glímu, ég myndi tapa. Ég er ömulegur í fleiri íþróttum heldur en góður, sko. Já, það er ég líka. Verður við ekki að æfa eitthvað eitt svona skemmtilegt? Ég var að stinga upp á curling. Hefur það verið að kenna það í Egilshöll eða skautasöllinni eða? Pant vera sá sem kastar, sko. Já, ég nenni ekki að vera á kústinum. Ég var til að kústa, sko. Það er gaman. Á síðasta, það er 2-2 en þá. Já, hvað er að síðasta? Þetta er úrslita spurningsræður. Núna smá fókus hérna. Hvað er að síðasta sem þú myndi biðja Sveppa Krullum að aðstofa þig með Blöndal? Nei, hann á að svara. Já, sem að hvað er að síðasta sem að Sveppi myndi biðja mig um aðstofa? Já, ég meina það. Eins og ég sagði það áðan, það er slatti held ég. Hann myndi ekki biðja mig um að hjálpa sér þegar það kemur að neinu að setja upp pall eða smíða eða ditt í bústað. Ég ætla að segja það, bara allt sem kemur að smíða eitthvað. Allt sem kemur að smíðum? Já, eða bara svona, það má ekki vera stærra hugtak en það. Nei. Smíða, það er ekki rétt. Andskotinn. Það er að skipta dekk. Já, ég get það ekki. Ég myndi að þú fengið símtal. Þú hefði ekki að giska á það, sko. Já, en það var svo margt. En pættu að þú fengið símtal og verið bara, auðvitað, nennir að koma að hjálpa mér að skipta dekk að sprakket á vestunum sin. Ég myndi bara spila einhver hlátri. Ég myndi halda maður að gera síma. Já, herðu, þá spyr ég bara Mössa, hvað er það, þín megin? Hvað myndi? Þetta endar í að það bleirist mér. Hvað myndi, hvað er það síðasta sem að blöð myndi biðja þig um aðstofa með það? Það bara, ég veit það ekki, sko. Nei, þetta getur orðið stórmeistari í jafntefli. Nei, það er aðstofið eitthvað svona tilfinningalegt. Eitthvað tilfinningalegt? Já. Svona eitthvað, heyrðu, ég með einhverja bólur á konginum eða mér líður svo illa í sálinu. Ég held að verði fyrsti sem ég myndi ringið að vera eitthvað skrítið á líkama mínum. Nei, ég veit ekki, af því að ég segi alltaf maður myndi alltaf ringið þig bara. Nei, ég segi bara haldi kjafti maður og verð ekki að pæla í þessu. Ég er líka aðstof, þetta fer maður, sáðu bara á þessu. Það var rangt. Þetta er jafntefli. Nei, það er að koma sér í form. Þú
væri þá einhvers konar sérlegur ráðgjafi í því 2-2 Það er geggjaða punktur Ég sætt með það Já, 2-2 Ég hefði alveg geta giska á það Já, en sko En þú ert í ræktinni Skitaði maður sundi Já Þú ert að vinna þetta En þar þú ert á kafi í ræktinni Nei En þú Mætir Ertu ekki í Ertu hættur að mæta? Já Hættur að mæta sko Ertu hættur að mæta? Þú varst komin í engatíma Já, ég fór þetta með Pétri í mánuð og já. hann er ennþá en ég hef ekki byrjað aftur af því að Vitringarnir og svo er ég bara í badminton á sama tíma og mér finnst það skemmtilegra að vera í badminton heldur en að lyfta þungum hlutum Svo milljón sinnum Með þessum orðum ætlum við að henda okkur í auglýsingar og sko við þurfum svo að velja hvað því að Sveppi fyrir eftir 20 mínútur Svo er það bara við erum að fara í hvort myndur frekar og svo eigum við líka inn í klefan það er jólaleikur bylgjuna, það er nóg eftir en fáum auglýsingar fyrst Þetta er FM FM 957 Þetta er þeir MC Gauti og Steindi Junior hérna er partíjól Flottastir alvöru lag og herru, talandi Gautan, það er júlevennir Júlevennir Ég maður er það er fyrsta sinn á morgun Já, Hlakka til. geggja Já, ég fer með þér líka Jú, Það eru þetta tónleikar í bara- kvöld, þetta er dóttirin alltaf var í byrja- kvöld. Alltaf byrja Já, það verður stemming að sjá það en Sveppi, Já. þú fékkst heimaðarskefni Já. og það var að henda í hvort myndur frekar Já, og já, því að ég er alltaf svo dónalegur og ógíslegur í þessu þá kann ég breyta til til það og Batlandi mönnum batnandi mönnum er best að lifa samt ég hitt alltaf miklu finnar og skemmtilegra og ég fer aftur þangað Já, ég er til í allt sko Sko, hvort myndur frekar ég er með nokkur Já, og sem að mér svona alltaf skemmtilega pæli í. eins og bara hvort myndur frekar vilja upplifa þetta ár sem er að líða og það er bara nákvæmlega eins og það er og maður ert að upplifa það og getur ekki breytt neinu eða missa af næsta ári og fara beint í 2027 sko en allir í kringu því liður 2026 Ég skilði þetta ekki það þvælir í gangi núna á gamla skvöld Já. bara klukkaslæg 12 pling, þá byrja bara 2027 nei, já, 2027 Já. eða 2025 byrjar aftur Já Ég skilji sama árið og þú veist að þú ert að fara í útilegu og þú veist að þú ert að fara að rífast í konuna En get ég nýtt þetta eitthvað, ég veit hvernig leikir fara á svona Þá myndum við alltaf velja það og það er multimiljaramenningur Það er bara þannig Nei, má það ekki. verður bara að vera eins að því að þú græðir á leikjum þá ertu búin að breyta árinu Já, ég skilji Þú veist, þá ertu að fara aftur í höllina og þú veist að það er eitthvað disaster framundan. Já, þú fengir aftur 67 fréttir höllina og 3 kvöldfréttatíma á RÚV og Stöð 2 Já, já Ná, ekki Eða það eins og mér fannst nú gaman á sviðinu þar Eða sleppa 26 sko. Ég nenni ekki að missa maður það gammal, ég myndi ekki menna að missa út heilt ár Einmitt, það líka var út af strákonum Það var það sem ég hugsaði Ég tæki þetta ár aftur Nei, ekki Jú, þetta er líka búið fínt ár Já, myndur þú nenn að upplifa svo 67 fréttir aftur Já, þetta er að koma Já, við erum með breytt bak Já, já Herðum, hérna já, Þannig að lendi verið hlutu með það já, ég er sammála blöð Ég held að maður myndi, þú veist að því að svona yfir heldina litið var þetta frábært ár Þetta var Já, gaman, já. fullt af skemmtilegu stöfi Ég er mjög ánægð með þetta ár Fórum í draumurum að síndur Já, draumurinn og Já, það er bara fullt af skemmtilegu stöfi í ár. Þetta byrjaði í skóla og margt annað gott Já, Já, ég tek aftur sama ár ok samla Ég nenni ekki að missa bara heilt ár Nei, ég er sammála, þetta er gott Já. Hvort myndur frekar gista einn í tjaldi bara úti heimaður í heilt ár Heilt ár, 20 ára langt Og maður. fjölskyldan inni Fjölskyldan inni Og ég er bara einn út í tjaldi Já, En þú kveður hana á nótt Þú segir Já, bara, er þi- ég farin í tjaldið og... já Eða að gista á milli mömmin og pappa í heilt ár Ég myndi velja tjaldið Þetta er léttasta svar alltaf til Já En þá fengir þú samt ekki, þú veist þá Sofa fengirðu- milli að betra rúmið En náttúrulega mamma, sko ég er ekki að heppin á því Mamma mín og pappi eru skilin En Já, þú þá er- ertu að gista hjá nýja pappa Já, Halla Já. Milli mömmu og Halla Halli Humar. Það er svo margt sem ég myndi gera frekar Og bara með fullri virðingu fyrir þeim Nei, meina, já, líka bara þú veist það væri Ég hef ekki sofið á milli mömmu og Halla í heilt ár Já, það var líka bara Það væri leiðilegt fyrir þau, minna, ef þau ætluðu Verra kannski- fyrir þau. Gefum okkur að þau væri kannski ykkur tíma í ykkur stuði Já, ég myndi segja að gleyma þeirri hugmynd sko. Sem þið eru Það er stopp, það er kæft í fæðingu Nei, ég er að segja, þá er þú bara að fara fram Það er bara tegja á húnin Nei, Já, nei. eða snúa sér á hliðina Já. og lofa að snúa sér ekki við Aldrei
En veistu hvað, Ég fæ bara svona óþægindarhroll Málið það, ég ætti ekki það erfitt með tjaldi. Þú veist, að því að Það er kall. Ég er náttúrulega hrít, þannig að ég er alltaf sko að vekja konuna og hún er alltaf að íti mig og segja mér að fara á hliðina og eitthvað svona. Já, þetta er lélega. Sigrún myndi Fagnisu og fyrir mér að fara á, svo veist, gista á einhverju vindseng bara og lesa smá Andrés og vera bara í svona útilegu. Þú veist að þú farir í tjald, þá þarfst ekki að vera 7 ára aftur, sko. Þú getur bara verið á símanum bara. Já, maður myndi bara lesa Andrés. Þetta er rugglað. Bara ferð á símaðinn tölvun og ert að vinna. Já, maður væri bara áfram 41 ás. Já, ég ætla að vona það. Já, en þú veist, ég meina, ég myndi bara Það er langt síðan gistu í tjaldi, drengir. Það er mjög stutt, sko. Já, ég gist að tjaldi í þessu síðustu jól. Okay. Þá fór ég til Sri Lanka og gisti tjaldum og Já, vel gert. En það er mjög langt síðan, sko. Já, ég hef ekki verið í tjaldi. Tjaldi, ég var í svona hjólhýsi. Það er ekki tjald. En þú veist, þetta er svona tjald, sko. Ég er ekki að tala um að frí útilegu, ég er að tala um að sofa í tjaldi. Já, það er tjald utan þig. Þú veist, það er tjald sem flöktir í róki. Ég er að tala um bara tjald og setja stangetur og allt upp. Já, ég gerði það ekki. Það er ekki gerst það bara sinni í rúllingur held. Nei, en mér minnir að ég hef gist í tjaldi sumar þegar fórum einhvern tíma með góa á þeim. Þau eru með hjólísi og svona, sko. Þá förum við hjónistundum og gistum í tjaldi. Þegar ég kom á húsbílnum. Já, þá vorum við bara í kúlutjaldi. Já. Ég get lofað eitthvað því að ef ég fyrir aftur í svona útilegu þá verði ég í kúlutjaldi fyrir eitthvað húsbíl. En eru tjöld ekkert, þú veist? Bara fyrir alla svæðinu. Eru tjöldin ekkert að fá smá uppgreit? Er þetta ennþá bara gamla góða kúlan? Nei, þau eru búin að fá uppgreit. Er þetta ekki bara orðið eitthvað svo? Þetta er bara núna bara pumpar þetta upp og þetta er orðið bara svo hoppukastali. Já. Við séum bara í hoppukastala, sko. Ég er bara að fara í það. Er hlýtt í þessu? Já. Mást þegar ég var að keyra í burtu og allir hliðarnir opnir og bara stjálf þetta og bara svo aðri bara natural púns bara hjátt eftir að loka bara Griswold is leaving the area. Jóngir lögreglu hérna yfir lögreglu þjótt hlaupandi eftir bílum ég ætla að láta mig blás hvað gerst hann í frí lokaður hlerunum drengur viðbjöður hvað er í þessum hlerum? Var það allir maturinn? Nei, bara stólarnir og eitthvað já bara fullt af hlerum á svona bílum sko tæma klósettin, þú hefur gert það já, ég myndi eftir því gói hjálpar það gói er svona mens man gefum hann það já, hann líka tekur öllu með svona miklu jafnaði geði já, hann hjálpar já gera saman og býti stemmingur öllu sko já, toppmaður það er svolítið þannig svo var ég meina lélega bara sko hvort myndur þú vilja sleppa jólum eða páskum já, það er páskum það er ekki páskarnir eru svo sem ekki það er nú bara eitt súkkulaðegg og þetta er svo mikið það var erfiðar með jólum eða ammali já, akkurat jól eða ammali hvort myndur þú sleppa? ég ætla að breyta hvort myndur þú sleppa jól eða ammali ég myndi sleppa ammali eftir eignaðist börn, hann myndi sleppa ammalinu en fyrir það var það 50-50 og það er bara satt það er svo gaman að halda upp ammali sitt mér já, ég veit það en það er samt bara svona eitt kvöld og öllum saman nema þér nei, það er þið sama þrjótt í ammælinu minni nei, þú veist nefnir er ekki alveg sama nei, hlóna ekki maður er samt bara gestur í ammæli mér finnst ógæðslega að fyndi að vera orðin fullorinn og hlakka ógæðslega til ammælistagsins mér finnst það alveg ógæðslega töff nei, ég er ekki töff ég er að hrósa það en ég er að segja, þú veist, mér finnst það annað og ætlar að vera að halda upp á 40 eða 50 eða 60 út með eitthvað svona veislu það er allir að koma til þetta verður geðveikt en ég er að tala um bara kannski segjum og verður bara 47 ára og þú ert búinlega spenntur bara fyrir deginum eitthvað á miðvíkudegi og svona, er það ekki eitthvað rugglaðið? Það er alveg galið en ég veit að okkar besti maður Hjörvar Hafliðarsson, hann er að hlusta og þetta lag er fyrir þig King Hjöppi, þetta er hans mati besta jólalatra tíma og hann setur þetta alltaf á Þetta er Driving Home for Christmas Þetta er rosalega þetta er lag Topp tónlistarstöðin Þetta er FM 957 Það held ég, þeir að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 og við erum ekki í beinni útsendingu núna því að við erum komnir inn á stað sem að við áttum að vera lungu komnir inn á allavega það er rosalega síðan, hendum í klefa og langt séðan við fórum í þennan klefa þetta er jólaleikur bylgjunar þannig byrjaði bylgjuleikurinn hjá okkur sín tíma, var það ekki jólaleikur bylgjunar? Jú, svo náttúrulega er þetta sumaleikir og stundum ykkur haustleikir og páskaleikir og svona en við byrjuðum held ég á jólaleik Við minnum það sem við ætlum að gera núna er að við ringjum í, bara eitthvað vel valinn hérna út í bæ og hann er í beinni útsendingu á bylgjunni Já, við erum við ekki öll hérna, það
Það náttúrulega, ég samt, ég byrju hver við? Við náttúrulega Ívar og Heimir og allir. Já, við erum allir. Já, en ég ekki... Það ég að leika þá, eða? Já, ég ekki bara Balli 3000? Balli 3000, já. Og svo eru hérna líka svona einhverjir alvöru, einhverjir feik og... Og það eru Kristófer Helga og einhverjir hérna, þú bara kallar á einhverja. En Steindi kemur með spurningar og það alveg sama hverju fólki svarar, þeir eru aldrei með rétt svar. Sko, málega... Það búið að semja þvælu. Sko, vinningurinn hefur náttúrulega aldrei farið út. Nei, ég ekki hissa því að svörin eru röng. Þá var það ekkert skríti. En hvað ætlar að hafa í vinninga? Vinningarnir eru svakalegir maður. Það er hérna náttúrulega afnota sumarbústað og eitthvað svona hérna, fjórfjólaferð á Svörtusöndunum og þetta ekki alltaf verið eitthvað svona grill og flug hvert sem í heiminum Já, flug og það allt þarna. Herðu, ok, ertu tilbúin þá? Já, og ætla að ringja. Herru, býttu, ég með þetta bolla. Ég þarf að vera með hljóðin. Herru, þú þarf að vera með hljóðir. Ég var alltaf með hvað, já, game hérna theme music. Já, maður sjá, ég er með þennan kláran. Ég er með þetta klárt hérna, já. Ok, það er bara ready. Þetta er svona spenna. Herru, en býttu, ég er að spá í einu hérna. Ég er ekki með neitt, sko. Jú, hérna, ég með brennpoka. Þú þarft ekki þetta bull, ég alltaf að segja. Svo smá truflanir, þetta er penni og bolli. En þú ert með hljóðin á það, veist, en svo spennandi. Why? Hvað er þetta með þess að? Þetta er eitthvað, ég veit ekki svo hvað á þetta að gera? Þetta er allt svona sem truflar og hún, þú veist. Já, þú ert með spennandi. Herru, ok, byrjum þetta. Ég má ekki gefast upp að... Nei, hún þarf að heyra bara að það sé allt að gerast í stúdíu. Það er allt undir. Ok, herru, Sigríður. Já, heyrðu, eins og mamma. Já, þú sé ég heit og mamma henn. Nei, er ekki mamma heitust? Já, það er ekki, Sigga. En þú mátt ekki óvart hringi hana. Nei. Þú sé í skráni. Halló? Heyrðu, það er komin hérna manneski á línuna. Er það Sigríður? Það er Sigríður. Já, kottu sæl og blessu Sigríður. Við erum að hringja hérna í því í beinni útsendingu á Bylgjunni 989 og þú kannski heilsar upp á fólki. Ívar, Heimir. Já, halló. Já, hæ. Herðu, við erum sem sagt, það er jólaleikur Bylgjunar og við erum svo glöð að þú svaraðir að því að stundum þegar fólk svarar ekki þá missir það af tækifærinu. Við erum með svakalega vinninga. Hefurðu 1 mínútu til þess að svara? Já. Já, frábær Sigga, þá bara byrjum við þetta. Eigum við ekki bara að vinda okkur hérna í fyrstu spurningu og hún kemur hérna. Má ég sjá, ok, já, herðu, hún er svona, hver, nú styttist í jólin heldur betur, þetta er hátíð friðar og hver sveik Jesú? Hver sveik Jesú af... Hver sveikan? Fyrir geðu upp? Og hún spyr hver sveikan? Hver sveikan, já, hver sveikan Jesú, frelsaran mikla? Já, ég veit það ekki. Júdas eða eitthvað. Júdas, herðu, Júdas, hún er heit. Herðu, hún segir Júdas, drengir, nú var ég til í að fá að vita hvort að þetta sé rétt hjá henni. Má ég sjá? Þetta var því miður ekki rétt en... Það haldi þetta margir. Halda þetta margir en sem betur fer þá erum við samt ennþá í... En viltu ekki segja rétt svar? Það sjálfsögðu rétt svar en nefnilega þetta var ekki Júdas, þetta var í rauninni hann Ríta sem er frændi Júdas sem var í rauninni upprunalega sem að svíkur hann en að dregur hann auðvitað pappans Júdas líka hann Lúkas og alla inn í þetta en það er í rauninni hann Rítas. En ertu ekki með okkur ennþá? Júdas svolítið tók skellinu þig. Jú, hann tók svolítið skellinu en það eru tvær spurningar eftir og það er hægt að vinna hérna afnot af sumarbústað Sigríður og fjórhjólaferð á Svörtusöndunum og svo er hægt að fá útigrill og æslabelg í garðin fyrir krakkana og Wellington veislu og fleira, sumarhús á Austfjörðum, afnot og grísavislu fyrir 4. Við förum beint í næstu spurningu. Skatan á Þorláksmessu. Heimir, þú kannski setur hérna inn þarna. Skatan á... Smá spennu hérna, skatan á Þorláksmessu. Ertu hérna Sigríður? Já, hér er ég. Já, skatan á Þorláksmessu sem allir þekkja. Hvað hét þessi réttur áður en þeir auglýsingavættan fyrir 600 árum? Hvað hét rétturinn áður en hann varð auglýsingavættur í þessa klassísku skötu, skatan? Ertu með þetta, Sigríður, og það eru 2 spurningar eftir, þú ert ennþá í pottinum alltaf? Nei, ég hef ekki hugmynd um það. Ja, þú hefur ekki hugmynd um af hverju þetta var, ok, þá hugsanlega tökum við hérna, maður sjá er það ekki...
Já, heyrðu, maður sjá, býttu Heimir, þú eru að... Já, herru, ég ennþá með þessa undir, Já, heyrðu, maður sjá, Heimir svona. Heyrðu, Var þetta rétt hjá henni? Heyrðu, þetta var því miður ekki rétt hjá henni, því að hún gískaði ekki á neitt en það var rétt svar, skal ég segja þér áður en þetta var í rauninni skatan og þá var þetta í rauninni Satan. Og þeir bættu bara við kái hérna strákarnir, Símon og Andris og þeir til þess að gera þetta í rauninni miklu kristilegra. En Sigríður, það ein spurning eftir, ertu ekki bara ég er þá í kýrstum, við erum í kýrstrákar. Já. Sigríður, ertu klár í 3. spurningu? Já. Og þetta stærsti vinningurinn, þú getur unnið afnóta grilli, æslabelg fyrir krakkana, fjólskjól og ég veit ekki hvað og bensín frá Ólís fyrir 200.000 og við förum í spurninguna. Og við róum okkur aðeins þetta niður í stúdíónu. Af hverju höldum við upp á jólin? Af hverju höldum við upp á jólin? En það ekki bara Jésu afmæli. Jésu og ammali, segir hún. Jésu og ammali, býttu nú við. Þetta spennandi. Og af hverju á Jésu og ammali, segiru? Það allt undir. Heimir, hvað segir þú? Það miður ekki rétt. Tæft var það Sigríður að því að sko við vissulega fæddist frelsarinn þarna. Það var rétt hjá þér. En hún Maria May, það var í rauninni sko ástæðan fyrir höldum upp á jólinar. Maria May fann loksins húsnæði svo hægt sé að halda þarna veislu og þetta var hlaðan mikla og góða sem að bókin fjalla svo mikið og það voru flotta veislur haldar þarna og oft líka bara svona mökkveislur en þetta fór ekki út í dag Ívar, þetta þannig. Nei, en hún var vissulega, hún var heit á köflun. Já, en ert þú ekki bara sátt við þína framistöðu, Sigríður? Alveg rosalega. Já, það gott að heyra og við erum alltaf í stemningu. Ég segi nú bara vinningurinn, gleðilega hátíð Sigríður, vinningurinn fór ekki út í þetta skipti en við reynum kannski aftur þá bara í næstu viku, þá nú að koma jól. Takk aftur Sigríður fyrir þetta og þú stóðst þig frábærlega, takk fyrir þetta. Það var gott yfir hátíðina. Já, ok, bye. Já, vinningurinn fór ekki út hérna í þetta þegar hún farin að lína. Íslest maður, það bara hausverk þetta á þessu drastlindi. Býtu hérna, sko, ég heyrði... Hún hékk á línunni. Ok, náttúrulega, skatan. Já. Hétt, ég gaf þetta Satan. Hann var svona eins og 5 ára krakkjaði sem með það hér. Hvað sagður, ákvöru var ekki hérna... Ákvöru, hvað var þetta annað en afmæli Jésu? Hvað segir það því að... Alltaf, með Maria May fann húsnæði, hlöðuna. Þannig að því að Hélt fyrstu jólin. Þetta byrjuðu að halda í jól. Það voru aldrei jól. Ég skilði, það vantaði húsnæði fyrir partíðum. Já, það komi gestir og svona. En já, ég stundum eins og sérst á einhverjum penna alla daga ásins. En minningarnir fóru ekki út. Nei, það skrítið. Helviti sérstætt. Það mjög skrítið að það hefði ekki farið út núna því að já, hún hefði þurft að vera ansi frjó að giska þetta að skatan hétt Satan og við fögnum hlöðurli þarna 24. En hún stóð sér vel. Það sem ég fíla líka. Og hvað var áttur hitt? Hvað var Júdas ekki? Það var hvað? Hver tók að sér skellin? Það var ekki Rítas og fleiri einhverjir. Já, við þökkum kjallaði fyrir okkur hér í jólaleik Bylgjunar. Já. Ég hef alltaf gaman að þessu. Já, ég hef helviti gaman að þessu. Já, það er vinningurinn fór ekki út, þannig að við er hægt að segja vinningurinn fór ekki út, hann mun aldrei fara út. Það vita allir. Takk fyrir okkur. Topp tónlistarstöðin FM 957. Það held ég þeirra að hlusta hér á FM 95 á FM 957. Kvarasi maður. Kvarasi, já, alvöru band. Alvöru band. Manni fór á það á höllinu, djöfullega gott. Já, kekkir. En sko, málið að Sveppi Krull, hann að fara að sína núna klukkan 6. Já. Þannig að hann hoppaði upp í bíl og ég veit ekki sko, þetta er hræðilegt fyrir mig að ég veit ekki bara hvort þetta virkir. Við erum að vona að sjá línunni. Sveppi, ertu þarna? Já, ég heyri ykkur. Já, ertu, 14 ára tökkunum maður, þetta kann ég á síman. Hann að vera skrítið. Fullorðnir menn að reyna að finna okkur. Hann er á línunni maður. Já, þannig að þetta virkaði. Þetta svínvirkaði. Þetta er komin upp í hörpu. Herru, var að lenda. Mössi, djöðlir ég spenntur. Ég er að koma og sjá veitingana á sunnudaginn maður. Veistu, you're in for a treat. Það er síðasta sýning. Ég veit það, síðasta sýning. Þetta er líklegast einhver mesta mökksýningin sem að alltaf já, það er öllu til tjálta sko. Herru, öllu. Er þið klárið þetta? Hvor er nettari? Þetta er nefnilega hefð sem að þetta er liður sem ég hefur alveg til í að sleppa. Já, ég hendi ykkur alltaf í þetta þegar Mössi kemur og þótt að hann sé sko farin út úr húsi, komin upp í hörpu.
þá hann á línunni Já. sem Það helviti er bara gott. geggja. Þetta er 2025, það er að koma 2026. Það verður Já. skrítið, við getum ekki haft hann á línunni hérna. Á ég ekki bara að vinda mér í fyrstu spurningu. Þetta er hvor ykkar er nettari. Þið hendið í einhverja netta línu, ég hendi ykkur í aðstæður og ég dæmi hvor ykkar átti nettari línu. Ok. Ok. Ok, þá byrjum við bara hérna. Mamma ykkar kemur heim með nýjan mann. Hann er allur Been there. Já, þú hefur alltaf lent í því. Ég hef ekki lent í því. Hann er allur klístraður og það er sundlaugalykt á honum. Svona klórlykt. En aðalega er pissu og rassalikt á honum. Hvað finnur þau? Já, halda það fram. Hann spyr hvort hann megi fá lána skílu hjá þér. Því að þau eru á leiðin í laugina, hann og dóttirinn, og hann gleymdi sinni skílu heima. Í hvaða nettu línu hendi þá eiginlega í? Má ég byrja? Já. Mamma, okkur þú byrjuð með Steinda senior. Vá. Það er lína mín. Þetta er, þá varst að segja að hann sé klístraður og... Nei, ég er að tengja við sundlaug og þig og svona. Pissu og rassalikt. En þú, Seppi, hvað myndið þú henda? Ég myndi segja, heyrðu mamma, varst þú eitthvað að fikta í lífræntrekta gámnum í sorpu? Wow, veitu, hvað? Verðum við ekki að gefa með þetta? Já, við gefum þetta. Þú fær hérna Líka, þetta var Steindi senior, minn maður, sko. Það er engin pissulikt á honum. Nei, það er 1-0 fyrir Mössa. Engin pissulikt af honum. Þarf ekki að segja það aftur. Fólk veit það. Það er svo geggja að taka það fram, en ég er alveg sammála þetta. Bara svo það komið skýrt fram, það er ekki pissulikt af honum. Nei, aldrei verið. Og ef að fólk er eitthvað að velta því fyrir sér, þá er það langt. Þetta er fyrsta sinn sem einhver segir við mig bara, er ekki pissulikt af pappa þinn. Þú varst með það í spurningunni. Setting sem ég held ég myndi aldrei heyra. En hann er nájar hins vegar svo svona sinn. Já. Passið ykkur á sín hryðjuverkamönnum út í Brighton, þeir leynast allstaðar. Það er lína sem ég mun aldrei gleyma. Hann sagði það, öskraði það á eftir okkur. Hann öskraði yfir allan flugvöllin. Já, passið ykkur á hryðjuverka vitleysingum. Þeir leynast allstaðar. Herðu, þá er næsta. Þessi stutt. Okay. Þú kemur að úldnu rottu hræi. Hvaða línu reytiru í hræið þá? Ég myndi bara að lappa framhjá. Ég myndi ekki hvað ég fara að kommenta á rottuna. Nei, þú veist, þú lappa framhjá og í hvaða nettu línu reytiru svona í hræið á leiðinni framhjá. Ok, ég myndi hendi, þá er þessu rottuhlaupi lokið. Wow! Þessi er góð. Þetta er ekki alltaf leið? Jú, þessi er góð. Það er náttúrulega rottuhlaup. Ég var verri. Já, þetta er geðvitt. Þetta var þitt síðasta rottuhlaup. Úff, maður. Ha? Já, það er erfitt að toppa þetta. Þetta var reyndar ágændi hjá blöð, sko. Hún var Ég var mun verri. Ég held að það sé ekki hægt að toppa hana sem það. Er það nokkuð? Hvernig? Já, bara ég myndi segja eitthvað svona, látt hann mikk ekki sjá því svona. Já, Mikka, Mús. Mikka Mús. Ha? Hann var rotta, sko. Já. Það er þetta ekki blöð. Þetta lítur að vera 1-1. Jú, það er 1-1. Í dangur er það hringi í mig, maður. Og eitthvað vel. Þú fenni að kvíða upp á svið. Þetta var flott, maður. Þetta er erfitt að hendi svona línur. Þetta eru vonlænirar, sko. Næsta, þetta er síðasta. Okay. Þetta er ekkert langt, strákar. Nei. Það bankar upp á hjá okkur maður með psoriasis. Oppa sí. Hann Það er Matteo svona með psoriasis. Já, ég líka, sko. Hann er ekstra þurr, en það er hávetur. Hann spyr hvort að þið eigi rakakrem, því hann er búið með sitt. Í hvaða nettu línu hendur þá eiginlega í? Rakakrems lína. Ég veit það ekki. Þetta er svo ógeðslega. Þetta er svo leiðilega. Ég þúl ekki að leið. Hvað nettu línu hendur í? Hvað hann að byrja rakakrem? Já, hann bankar og hann er allur skráður og segir, þú veist. Já, ég myndi segja ok, ég held að vera að selja parmesan. Já, Þetta er að koma sterkur inn, sko. Þetta er að koma sterkur inn núna. Þetta er samt, sko, ég er að svitna. Mér finnst þetta erfiðar heldur spurningkefni Gilsarans. Já, Mér finnst þetta bara óþægilegt. Við fórum ekki hann. Já, því þú veist að reyna eitthvað svona netta línur, eitthvað allt svo vond. Nei, þið eru samt að brillera. Já. En þetta eru aðstæður sem að Já, maður er ekki að kjósa. Nei, og hvað myndir Mössin gera þarna? Hann myndi segja, hann myndi byrja rakakrem. Já.
Ég myndi segja sko, ég á nú kannski ekki rakakrem, en ég á tannkrem og mér sýnist ég ekkert veit að því heldur. Hvað bara að segja, bara aðna vel gert Sveppi. There's no winners hérna sko. No winners. Veistu hvað, ég segja sér 3 winners í það. Nei, bara þetta frábæð liður og keppendundir ekki síðri. Herru, ég ætla, við gefum Blöð þetta. Blöð, þú varst bara að vinna fyrstu, hvað nettir ekki? Ég held ég aldrei unnið á þér. Mér þykir bara vænt það sko. Já, og þá kannski vill hann líka fara aftur í þetta setna. Já, við erum að halda hún góðum. Ég er líka betra aðstöð, ég er í stúdíónu, þú ert að gera það reddi fyrir svið, að klæða ykkur í jakkaföt og eitthvað. Já, ég er samt svona, það er öðruvísi stemning þannig að þá er maður líka, það er oft þægilega að vera í einhverju rugli, þá dættur manni bara einhverju rugli í hug. Já, svo var maður sko, ég var síðan með 4, ég veit, ég má ekki fyrir henni, það var mann sem að lekur stjórnlusleiki. Já, einn á heim. Svona, já, það var bara eins og ventil sko. Já. Gaman að sem við slepptum henni. Ég ætti eitthvað fjanda. Já, það maður hefði sagt við það sko, ég myndi nú trú að tappa honum eitthvað annað enn í flöskuna. Þetta hefði Það er verið bara faktin kvöld. Sveppi gangið vel á sviðinu, Steindi kemur að sjá það á sunnudaginn og mér syndi þess ekki að fara að sjá það. Ég er búin að heyra og fara á kostum að það og gangið vel í kvöld. Takk fyrir okkur í dag. Bye. Mössin, há er hann búinn að kveðja. Við ætlum að henda hérna, verðum við ekki að taka eitt jólalag hérna í lokin? Við varum að fara í okkar menn í æskæðis eða? Já. Ekki bara? Típisku jól. Já. Þessi menn fóru á kostum síðustu helgi. Vídeón sem ég sé frá þessu, já svona sýnd og sannaði af hverju þetta eru, já, færustu menn í sínu fæi. Það er bara þannig, við erum að gefa þeim það. Bara popstjörnur Íslands. Þetta eru stærstu popstjörnur Íslands og lagið heitir þessi típisku jól. Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957. Bara þessi típisku jól syngja æska sér í síðasta þætti af FM 95 blöð fyrir jól. Já. Þetta er samt ekkert, er þetta búið að vera eitthvað rosa jólaþáttur? Við höfum oft verið með svona jólathema. Já, nei, jú, vorum við ekki með, við vorum alltaf með jólakorinettari. Já, Egil sendi King of Christmas, ég held að það sé bara ágætt fyrir ykkur að við fórum ekki í það. Já, betur hvenær er næsti þáttur hjá okkur? Sko, það er ekki annan í jólum. Nei. Við vildum vera á annan í jólum, en plóterinn, hann bannaði það. Nei, Yrðum að taka smá frí, en við verðum mættir einn annan í Jan. Já, við erum mættir annan Jan hérna. Og það er daginn eftir nýjársbingum. Daginn eftir nýjársbingum, en málega er að blöðkastið, það verður á þriðjudaginn. Það er á þriðjudaginn, það fer náttúrulega aldrei í frí. Herðu, hann tekur bara King of Christmas þar. Já, blöðkastið. Það er Þorláksmessa. Það er Þorláksmessa, blöðkastið er á Þorláksmessu og svo er blöðkastið aftur 30. desko og svo erum við náttúrulega með nýjársbingu þarna fyrsta. Já, og svo verðum við mættir hérna aftur, 2. janúar fyrir ykkur hlustundur sem eru ekki áskrifendur á blöðkastinu og þá bara komið tíma að óska öllum bara gleðilegra jóla. Já, en ég segi nú bara hendið ykkur inn, 13.90 mánuði, það er nýjárs bingo sem er, sko, vinningarnir eru, það er engin vinningur. Við ætlum að taka 10 bingo allavega. Það er ekkert undir 100 ást. Það er engin vinningur undir 100. Nei. Já, bara langt frá þér margir. Og svo er hérna jóladagatalið í fullum gangi. Það eru 5 þættir eftir þar. Komum daglega fram á jólum. Bíð eftir að það klárist. Já, það er þetta að binsa það. Og hérna, það er bara mikið stuð þannig í gangi núna. Við erum mikið gýr þarna í blöggastinu. Við erum búin að eiga sterkan DS í blöggastinu og tryggja ykkur áskriftinu á fm95blö.is. Svo er annað, fyrst að við erum ekki hérna í FM95 blöð fyrir eftir áramót. Talandi áramót og þá er alvöru áramótapartí á dönsku. Besti maður Arnar var að senda mér og ég verði að plugga okkar besta fólki. Þeir ætla að breyta danska verður í fyrsta sinn bara skemmtistaður, danska kráin á gamlaskvöld. En er hann ekki alltaf skemmtistaður? Jú, en núna verður það að vera DJ-ar og sko það verður flugeldar, konfetti, kampænsgreitingar, það er áramótaseðli í drikkjum og kampæni og þannig að þeir ætla að breyta sér klubb í fyrsta sinn. Þetta verður ekki trúbótorar. Ef einhver kann að halda partí þá myndi nú halda að væri Arnar. Já, hann er með dönsku, hann er með English, hann er með Irismann og fleiri. Það er stemningsmaður. Já, þetta eru menn sem kunna halda partí þannig að þau eru ekki búin ákvæða hvað ætla að gera á gamlaskvöld þá mæli ég með dönsku kráni. Það verður alvöru veisla en bara takk fyrir okkur, takk fyrir árið. Já, takk fyrir árið. Og við heyrumst í FM95 blöð 2. janúar, Steindi. Já. Bara, það er ekki bara henda okkur heim. Jú, það ekki. Svo sveppa kjallaði fyrir þessu. Við náttúrulega erum ekkert að kveðast, við sjáumst bara strax á þriðjudaginn. Já, við erum að fara á júluvinnun á morgun. Já, við sjáumst enda bara morgun, degi á fönn á morgun. Við erum alltaf mikið saman, en það er annað mál. Við ætlum að enda þetta á Legendi sem að við Sveppi hittum fyrir utan Ólífán. Það er sjálfur Latti, snjókvæmt falla, egiði gleðileg jól og bara takk fyrir okkur á þessu ári. Við dyrkum ykkur. Þetta er FM